Ólöf Helga Pálsdóttir Grindvíkingur með meiru en þjálfari Hauka, velkomin í Sjöfarspjalli. Takk. Herðu, þú byrjaðir með Haukalið í fyrra, þín fyrsta reynsla sem aðalþjálfari í efstu deild. Já. Og hvernig var svo reynsla? Hún var mjög lærdómsrík. Ég gerði fullt af mistökum sem ég lærði bara af og einmitt við náðum að byggja okkur upp bara eins og markmiðið hjá okkur í fyrra var að hafa gaman og byggja okkur upp og eigna okkur liðið og mér fannst við bara að standa okkur vel í því. Mér fannst mikið success að halda öllum í liðinu, það fór enginn og einnig að það var enga myndar í enda tímabils. Það var bara ekkert að gera hjá súperþjálfarinn okkur í endan og já, það stóð svo vel þannig í endan á Kranju. Já, þannig að þjálfunin var kannski bara það góð að þær voru ekkert að meðast. Stýra álaginu vel eða? Já, ég lærði það af honum Helga Jóhansi. Ég las bókina hans og ég þjálfaði eftir því að ég þjálfaði í stefnubreytingum og staðan fyrir að hlaupa fram og tilbaka þá erum við mikið í stefnubreytingum og með bolta á fullu. Ok. Þú byrjaði með þinn gamla liðsfélaga, Lili Hardy sem kanna. Hvenær hætti, en þú kláraði kannalaus? Já, hún fór bara, hún kom ekkert aftur eftir bikarinn, þegar bikarúrslitin voru þá var hann látið fara, hún stjórnin taldi að við værum bara öruggar og að hún væri bara ekki nógu góð, hún var eiginlega svona hálfmeidd í rauninni, þannig að hún var svolítið hæg og var ekki sami leikmaður hún var. Já, ok, en það tímabil búið og svo sem og þú heldur áfram og allir sömu leikmenn, en hvað, einhverja breytingar, bætir eitthvað við þig? Ég er náttúrulega með allar sömu og í fyrra, svo bætti ég við með hana Lovísu Hennings, hún er náttúrulega gömul haukakona og Auði Írisi Ólafsdóttur sem er líka haukakona, hún hittir þar fyrir systur sína, Sigrúnu Björg. Þannig að þetta er eiginlega mest allt haukakonur. Ég er með tvær, Bríeti frá Sauðárkróki og Evu Margréti frá Ísafirði. Þannig að ég er með tvær utanaðkomandi og svo reyndi að koma einn stelpa úr Grindavík, ung og efnileg, nýkomin úr meiðslum, myndi Jenny og hún hefur byrjað að æfa með okkur líka. Ok, en hvað með útlendinga? Herru, við höldum sama útlending henni Janine, eða Sja, hollenska, hún er hollenskur landsliðsmaður. Þetta haldið sömu, var hún með ykkur í fyrra? Hún var með ykkur í fyrra, ok. Og hún er rosa flottur karakter og einmitt hún kom á fyrstu æfingunni í gær og hún einmitt setur allt svona, kemur góða orku inn og hún er einmitt mjög metnaðarfull og já, passa vel inn í liði. Ok, en hvað, og engin kann eða? Jú, við sænuðum Brooke Wallace, hún kom fyrir viku síðan og við erum búin að taka einn æfingarleik við Breiðablik. Það var svolítið styrt og náttúrulega svolítið ryðgar en það, já það er gaman að vera trufluð í þetta er náttúrulega beinni útsendingu sko og aðtöfa það eða ekki. Já, en er það eitthvað spurning með framhaldið hjá henni eða hvað? Ég er svona að skoða það, við erum rosalega hratt lið, það er erfitt að halda í við okkur, við reynum að spila mjög hraðan bolta og stelpurnar mínar eru náttúrulega búin að vinna hörðum höndum í allt sumar, eru í feiknagóða formi nú þegar. Já. Og mér fannst hún ekki koma í nógu góða formi. Það hefur nú stundum vilja að loða við kannana. Það er erfitt að sjá hversu góður eru. Já, ok. En við erum bara að slípa okkur saman. Og hvenær hófst undirbúningur? Sko, í fyrra það náttúrulega fórum við ekki í úrslitakeppni, við byrjum bara að æfa strax í enda apríl. Þá vorum við með 2-3 bara svona einstaklingsæfingar á viku, svo voru þær að lyfta með, svo í júní þá byrjum við á fullu alveg með svona prógrama, þá erum við með Villi, hann er frábær, styrktarþjálfari, búinn að vera með köllunum og hann er búinn að vera með 3 í viku, svo var ég með æfingar 3 í viku líka, tókum smá frí í júlí og svo byrjum við fullu eftir Verslunarmannahelgi. Þannig að þið mætið svaka standi? Já, það eru mjög góð standi. Ég er mjög ánægð með stelpurnar. Það eru búin að bara virkilega vaxa og dafna í sumar. Það tóku þetta sumar mjög alvarlega og sáu hvers megnu þær voru í fyrra og vita hvað það geta gert og hvert það geta komist bara með harðri vinnu. Og hvað, ertu búin að spila einn æfingarleik eða? 2. Og hvernig hafa þeir komið út? Við unnum báða
En við vorum mjög aukaðarinn, en við sáum margar hluti sem við gátum lagfært, það er svona svo gott að taka æfingarleiki. Já, úrslitin þannig sem aukaðatriði þegar ekki. Úrslit algjörlega aukaðatriði og ég veit að við geta gert betur, það var margt gott og við bara byggjum á því. Og þetta markmið vetrarins, eru þið búin að setja ykkur einhver markmið og hvernig svona? Já, við erum auðvitað með markmið, sko helstu markmiðin okkar eru bara að vinna, að bara work hard á hverjum degi og þannig bæta okkur á hverjum degi. Við viljum vera besta varnarliðið, við viljum hlaupa og við viljum vera líka besta liðsheildin. Við erum með útrúlega góða stelpur sem vinna vel saman, það eru góða vinkonur, það er aldrei mórall, vesen og æfingu, það fara flestallir mjög þreyttir en með bros og vöru æfingu. Þannig að þú ert ekkert að hugsa eitthvað sæti, þannig séð? Auðvitað erum við alltaf að því, en þú veist, ég veit að ég vil halda því innan okkar hóps, ég vil ekki gera of mikið, þetta snýst ekki alltaf endastöðum, þetta snýst hvað við gerum þangað til og ef við uppskýrum eins og við sáum, þá ættum við geta bara náð langt. Ég held að við getum alveg, Valur og KR eru mjög sterk lið núna á papirum með frábæra þjálfara, þannig að það er náttúrulega líka markmiðið að reyna að toppa þær. Já, þannig að úrslitakeppni, ég heyri nú alveg á þér að þið langar í stefnum við á það. Við stefnum úrslitakeppni, við stefnum á náttúrulega bikarinn, en tökum bara einn leik í einu. Já. Svona umhverfið hjá Haugum, menn Haugar nú þekktari sem handboltabæir. Hvernig gengur að koma svona körfubolta? Það var stóra fréttir í gær að kalla liðinu, Kári komið tilbaka, þannig að það hlýtur svona íta undir allt körfuboltastarfið. Já, það er rosalega mikill metnaður og mér finnst ótrúlega gott starf. Sjálfboðaliðastarfið er alveg til fyrirmyndar. Það er metnaður fyrir stelpurnar, það er komið fram við þar eins og séu próf. Það er fá mat fyrir hvern leik, við erum með fundi fyrir hvern leik, þær eru með sér skápa, eru með ískáp, þannig að það er allt gert til að auðvelda þeim og láta þeim líða eins og það sé góð umhverfi. Það er mjög góð kúltúr þarna og þetta er bara íþróttakúltúr. Að koma ásvelli er dásalegt, það er svo mikið orka þarna. Við erum með handbolta, fótbolta, körfubolta, júdó og bara allt og það er svo gaman, það er alltaf eitthvað að gerast. Mjög góð orka og já, vinna vel saman. Þetta er náttúrulega alltaf opið, þetta Silbarkveld. Hvað meira getur við komið svona með snuðt? Ef þú værir í minnustöðu, hvað myndir þú spyrja þig að það núna? Þetta er erfið spurning. Þetta er erfið spurning. Já, en ég... Þannig að mér allavega sem tókst að koma þér úr jafnvægi. Þú getur talað til dæmis hvernig tel ég kvennadeildina að vera, ég veitur. Ég svo sem spurði. Já, eða svona, og mér finnst hún einmitt rosalega sterk og ég held að vera rosalega mikið að gæði. Skemmtilegu körfubolti, nútíma körfubolti er aðeins öðruvísi. Þessar stelpur eru búin að æfa meira en áður, það er nýtt kynslóð að koma og þetta er alveg gríðarlega spennandi og mikill gæði og ógeðslega skemmtilegur hraður körfubolti. Og ég ætla þá að spyrja þig líka út í það. Ég svona veit að þú venjulega situr ekkert í þínum skoðunum. Stundum, ég reyni. Já, þú reynir. Voru ekki dálítil vonbrigði að Stjarnan skyldi draga sitt lið úr leik og ekki bara úrvalsdeildin heldur úr fyrstu deildin líka? Mér finnst það hrikaleg vonbrigði. Ég bara veit fyrir víst að það fóru einhverjar stelpur en ég veit fyrir víst að þáverandi þjálfari var búinn að finna sem sagt nýja leikmenn til að koma inn. Það þurfi ekkert að vera bestu svo við í Haugum erum með nánast uppaleg lið, Keflavík erum með uppaleg lið, Grindavík erum með uppaleg lið en það eru líka stelpur sem eru að spila út á landi sem þurfa að eiga samastað og það á ekki að, mér finnst þetta bara, þeir vilja bara eyða peningum í kalla liðið og sleppa. Það er mín hugsun. Lítið dálítið þannig út. Já, og fólk talar í kringu það en það verður bara að segja það og Stjarnan á miklu skömm fyrir, við sjáum það. Þeir eru með rándýr kallalið, það er auðvitað hægt að halda þessu úti með frábæran þjálfara og einmitt gefa stelpum séns til þess að þroskast og dafna einmitt í deildinni. Já, menn nú er þetta hvað svipuð bæjarfélög, Hafnarfjörður og sem Garðabær. Algjörlega og þau vilja gefa þessu út sem einmitt íþróttabæ og sterkt körfuboltafélag en ég vonandi að læra þeirra af þessu og önnur félög líka. Að það þarf að vera jafnt á báða búa. Það eru allir að leggja sig jafn mikið fram
Það skulum enda þetta á góðu tali svona kannalið Hauka, við hverjum eiga Hauka aðdáendur búast við þetta? Þeim eiga búast við skemmtilegum bolta. Virkilega skemmtilegum bolta, góð gæði, ég er með frábæra leikmenn. Ég er eiginlega með, vandamálið mitt núna er að finna mínútur fyrir alla þessi leikmenn af því ég er með 16 æfingahóp og ég geti alltaf haft 12 leikmenn sem geta spila. Þannig að það er svona vandamálið en skemmtilegt vandamál. Virkilega skemmtilegt vandamál og gæðin alveg, já, ég get lofað skemmtilegum körfubolta. Frábært, takk fyrir spjallið. Takk.